Góð kvöldi. Leik Fram og KU, opna Norðlenska. Nei, ok. Datt út þetta. Já, ok. Framarðin byrjaði þetta rólega hérna. Frábær vörn hjá Allan hana. Það ekki margir sem vita, hann frábær varnarmaður. Hann líka 90 kíló, það ekki margir sem vita það. Þarna stela boltanum KM-menn. Keyra. Skarpi, okkar efnilegasti leikmaður á og Hilli með frábært mark. 1-0 KU, þetta magnað. Framarnir róa þetta aðeins, stilla upp. Gaman að sjá að leikmaður númer 88, Róbert, búinn að skipta úr horninu yfir á línuna. Vel var hjá Bruno, fínt færi. Hann þarf að skora þarna bara. Joey sækir á Allan milli 1 og 2 og hann... Tökum fyrir afleikinn. Allan með frábært mark. Framarnir róa þetta aftur og stilla upp. Fínt, skemmtilegt lið hjá ungmennaliðinu hérna. Margir mjög ungir. Þar ber kannski helst að nefna Skarpa. Siggi sækir hérna á. Skarpi, fín vörn. Kynntu þig. Sjáum hana Einarloga á bekknum, hita upp. Hann okkar allra elsti leikmaður. Það ekki margir sem vita, hann 63 ára. Siggi fyrir upp. Fínt brot hana. Hjá Joe. Segðu hvað? Þetta bara heldur góð vörn hjá þeim. Þeir eru flottir. Jói og Hilli saman í þristánum. Stórir og þéttir. Hávaxnir, óvanlegt. Siggi með hörkuskot. Já. Og setur hann fram hjá hana. Stefán. Þetta þarf hann að nýta. Skarpi sækir á. Setur hann yfir. Ágætis hávörð hann hjá Sigga. Framarni keyra. Breki. Klippir inn. Leikmann nr. 13. Kjartan Júlíusson. Efnilegur leikmaður. Og inn á kemur leikmaður nr. 34, Reynir Þór Stefánsson. Það gaman að sjá, þeir eru að spila á frekar ungu liði innan framarðinir. Kristófer leysir á línuna. Já, þetta var geggjað skot hjá. Alvöru skot hjá leikmaður nr. 13. Kjartan. En við skjallast ekki, það var þetta bróðir Ragnar Július í kvennaliði Fram. Káa setur hérna upp í Ísland. Skarpi sækir ekki. Jói sendir. Fínt flott. Og Gústi. Setur hann í andlitið maður. Þetta ekki flott að sjá. Nei, þetta er leiðilegt. Þetta gerist. Gústi nýbyrjar aftur í handbolta eftir góða 4 eða 5 ára pásu. Húsvíkingur og efnilegasti trúbótar landsins. Funny fact. Það var skemmtilega staðinn þarna. Gústi mjög efnilegur og bara frekar ódýr trúbótar. Ég mæli með að heyri honum ef vantar eitthvað spilir í.
Geggja sponsin í gangi. Já, það er að auðlýsa Gústa, maður. Herru, þeir skiptu markmann, hann þarf að koma út af. Já, Káa á boltan. Og Káa á innkast eða hvað. Já, sýnst það. Allan veit það nú ekki alveg sjálfur heldur. Jonni og Sissi eru með þetta allt á hreinu. Það er sleikurinn áttur. Setja það ekki, hvað setja það upp í? Það er Júki, Skarpi kemur á, Breki stígur út. Jói sækir, fínn kraftur í Jóa. Góð vörn, góð vörn. Fínasta vörn, vantaði hana Hestluminn. Breki með flotta hjálpavörn. Stilla aftur. Aron leysir hann inn. Skarpi, flott. Flott hreyfing. Góð varsla. Já, vel varið hjá Valdi. Framarinnir. Siggi sækir á. Breki á móti Allan. Breki út í horn. Já, fríkast. Góð vörn, góð vörn. Fínasta vörn. Það eru helviti þéttir. Og stillir reynir upp í sók. Setur eitthvað upp. Hanna, hotnamaður leysir. Kristófer kemur inn. Arnór sækir á. Fín vörn hann er á Jóa og Skarpa. Glæðislega vörn. Einarlaug ennþá hitti upp. Tekur hann líka góðan 1,5 tíma hitna. Pínu. Þetta er tvígrip, já, já, já. Pínu vandræðagangur í sókninni hjá frömmunum. Það er bara eðlilegt. Menn eru að spila sig saman hérna. Gaman að sjá Jóa á miðunni. Hann er öflugur. Mikið sprengikraft. Allan sækir á. Kemur hérna Jói. Skarpi. Já, flott brot þarna hjá Róbert. Mjög flott vörn, já. Róbert kemur hann á blindu og stoppar sóknina. Og gult spjald. Já, já. Kemur hérna Jói sækir á, klippir. Aron leysir, dauðafrýr. Já, vilja fá sendingu hana. Hefði verið flott. Jói með fína hreyfingu en setja hann rétt fram hjá. Þetta er bara svona. Þeir þurfa aðeins betur að skora mörk hérna. Já, bara aðeins að nýta færin. Það er aðeins að nýta færin. Það var glæsilegar varnir á báðum liðum hérna. Já, já, já. Setja upp í Ísland. Það er Kaíró. Hilli stígur hann langt út. Allan einn. Siggi hérna, ég vil bara sjá Sigga lyfta sér upp. Rosalega hávaxinn og mikið kraft. Þarna kemur Siggi. Þarna. Mikið reynsla þarna. Sigga leggur hann bara í horni. Skarpi sækir á dauðafæri. Já. Þrjusa hann upp í skeytin og lagar hárbandi. Mjög mikilvægt að hafa árið á hreinu. Ungur Mikkel Hansen. Ungur og léttur Mikkel Hansen. Haraldur Bolli farin að hitta upp. Það er gaman að sjá Halla spila svolítið. Það er mjög flottur línumæður. Fæddur 2002. Veistu afmælisdaginn hans? Nei, ég veit það reyndar ekki. Hann vinnur á Elliheimilinu. Já. Þeir setja upp í Ísland. Hilli stígur langt út í Sigga.
Þarna 1-1 tækifæri. Allan mjög flottur 1-1. Nei, Smá hérna. Misskilningur. Smá misskilningur. Káa innkasti. Taka seinni Nú vil ég sjá bara, já. Allan hörku kraftur. Allan hornamaður að upplægi. En hann með flottar hreyfingar og getur auðveldlega leyst skiptuna. Já, frikast. Gaman að sjá hérna Stefán Orra í hægra horninu. Gaman að sjá svona aðeins yngri leikmenn vera að fá tækifæri. Gústi hlær bara á okkur hérna. Útsendingarstjóri. Siggi langt fyrir utan upp í skeytin. Þetta þarf Siggi að gera oftar. Rosalega öflugur skotmaður og hávaxinn. Það er erfitt að gefa hann. Nei. Allan er boltanum aftur. Einfalda fintan hans. Runningur. Láta hann detta bara í hornið hana. Þetta var mjög vel gert á. Já, þetta var frábær vörn. Breykisækir. Setur hann yfir. Það var fín seinnibilgja, ágætisfæri. Menn aðeins að stilla miði virðist þeirra. Þá fáum við Harald Bolla inn á. Og Hilli færi sig í hornið. Hilli er mjög flottur hægri hornamaður. Já, mér finnst líklegt að hann leysi, en sjáum hvað Steppi er búinn að setja upp hérna. Róbert stígur hann langt út á móti Allan. Hann er rétt þar, hann kemur leysingin. Kemur leysingin og Skarpi. Setur hann yfir. Flottur kraftur, ágætisfæri. En eins og áður hafa þar aðeins að stilla með. Siggi lyftir sér upp. Hilli með flott brot. Fínt brot, næra stíga út í hann. Gústi kominn á bekkinn, virðist vera alveg búinn á því. Hann er að gigga á morgun, hann má ekki vera þreyttur. Mikið rétt. Hann ætlar að rífa þakið á lokahófi opna norðlenska. Þá sjáum við hérna Kristófer, Andra, kominn inn á í hægri. Hann er flottur leikmaður. Búinn að vera, hann er búinn að spila með flestum liðum á höfuðborgarsvæðinu og er kominn núna í fram. Vel gripið á Halla. Flott sendingan inn á Halla. Og Einar Danski er stoltur á Halla. Tveir línumenn. Breki inn á. Flott sending. Og Bruno. Halli. Jussi er hann snöggur maður. Halli fyrstu fram. Usain Bolt við hornamenn erum helviti snöggir á löpunum. Þeir línumenn. Já. Þeir línumenn. Við línumennir, það er bara oftar að sjá okkur. Alltaf fyrstur upp. Halli er nú í horninu í vörð, hann má stela eins. Vá, gaman snöggur. Ég er hrifinn að sjá þetta. Já, gaman að sjá línumann fremstan í hraðhlaupi. Framvarnir stilla upp í Ísland. Flott hreyfing, skilur Hilla eftir hana. Vel uppsett sókn hjá frumvörum. Og gult spjald á Hilla. Já, einangra Hilla hana. 1-1. Og hann á ekki breyk á löpunum. Jói stillir upp. Áhugavert að sjá að framvarnir virðast vera að hvíla svona nokkra líkileikmenn. Rókvi, hann er bara í einhverjum tegjum. Skarpi, frábært. Gaman að sjá, mikill kraftur á áræðinni. Þetta er það sem hann á að gera. Já. Frábær hreyfing. Það var mjög flott sending. En betri vörn. Já, það er rétt. Flott vörn, mjög þettir. Jói Allan frábær í vörninni. 90 kíló hornamaðurinn. Setur Siggi upp í eitthvað Ísland. Skarpi mætir hann á Kristófer. Já. Þetta er gaman að sjá. Línumæðurinn tekur bara fyrir hvaði. Þetta er sem ég líka gaman að sjá. Ég hef bara viljað sjá skot, undrandi skot. Setið aftur upp í Ísland. Skarpi mætir langt út. Og Hilli, einangra Hilla aftur. Fín hreyfing. Skotur fram hjá.
Bruno var nú með þetta. Og þá koma Ísak og Einar Logi inn á. Ísak skemmtilegur, léttleikandi miðjumaður, góður spilari og Einar Logi eins og áður segir 64 ára reynslumesti leikmaður KA. Er þetta ekki bara met? Elsti leikmaður að spila Ég myndi nú halda það. í 8. norðurlandska? Hann má spyrja Gústa því. Já. Þetta var... Hann er búinn að vera að hýta lengi og langaði aðeins að mynda. En Siggi sér við honum. Hann þarf bara aðeins að skjóta sig gaman, það var Einar Logi. Einar Logi maður. Magnaður. Flott vörn hjá frömmurum. Ísak klippir Einar Logi inn. Hann er greinilega ekki alveg nú heitur. Framhandi keyra, Kristófer. Þetta er frábærlega vel gert. Þetta var bara mjög flott. Þetta er skemmtilegt að sjá Kristófer komið tilbaka eftir löng og erfið meiðsli og gaman að sjá hann á vellinum. Einar Logi sækir á aðeins að hnén eitthvað aðeins að gefa sig. Það er fríkast. Setja upp í Júka, Skarpi konum við hérna, Ísak inn á Halla, flottur snúningur, vel gripi, góður snúningur, sækir víti, þetta er gaman að sjá. Halli sennilega söktur að vera ekki valin í. Já, hann fær sjálfur að taka þetta bara. Já. Þetta lýst mér aftur vel á, vá. Halli flottur skotmaður, Þetta er bara... gerir bara skrautskot. Nei, anskotin. Hann ákveður að vera safe og klikkar. Mjög skaman að þetta, það er mikið línumanns-aksjón hérna, línumanns-taka víti, hraðarhlaup. Já, finna línuna vel. Halli allt í öllu í sókninni. Þá rótar það eitthvað hérna aðeins framarnir. Kristófer kominn í vinstskiptuna og Arnór kominn aftur inn á. Svo erum við að sjá hérna í fyrsta skipti Kristinn Hrannar kominn inn í vinstra hornið. Hann var að spila mikið síðasta vetur. Fín hreyfing, en Bruno sér við honum. Bruno er bara mjög góður í dag. Svona verja fullt af boltum og... Já, Bruno er búinn að vera mjög flottur, búinn að vera tölvuræfa og er að stíga vel upp. Róbert stígur ennþá svona langt út í hægri skiptuna. Skarpi einn átt að brekka og vinn. Fær fyrir kast. Pínu dýrt en við þykjum það. Setja upp Ísland. Róbert stígur langt út. Ísak inn á línuna. Þetta var, við hefum kannski viljað sleppa þessu en Róbert upp. Setur hann yfir. Augljóst að menn eru eitthvað aðeins að stilla öxlina. Áhugavert að framarnir virðast vera í einhvers konar 3-1 vörn. Það er mjög gaman að sjá. Ja, 2-4-2 vörn eitthvað. Skildi ekki alveg. Skarpi einn átt mikið pláss. Þar á drippla reyndar. Skilur brekka hann að hálfpartinn eftir. Það er bara eitt auka. Það er örlítið meiri kraft. Kannski ná að sleppa dripplinu. Já, ok, fínt. Flott vörn hann hefur brekka. Vörnum það framörunum er byrjað að vera betri og betri. Já, aðeins svona Já. Halli frábærlega vel gert. Halli bara fæjar í dag. Alveg magnaður á línni. Framarnir sækja hratt. Löng klipping. Arnór upp í sláinn inn. Það er óverjandi. Það var flott seinni líka. Löng klipping upp á þremur og í skeitin. Þetta gerist varla betra. Einar Logi með sína heimsfrægu yfirhandafintu.
Veit ekki hvort þeir séu nú gamlir til að þekkja þessa fintu hérna framarnir. Þeir halda sig í þessari 3-3 vörn. Skarpi á ferðinni, klikkar aftur sendingin, framandi keyra. Kámen þurfa aðeins betur að passa á boltan og... Kristinn Hrannar frábærlega klárað. Mjög lunginn hann í vinstrahorninu. Ká þurfa aðeins betur að passa á boltan, mér finnst aðeins svo margir tapar boltar. Já, Einarlaugi svona aðeins að stilla sendingarnar. Þá þetta bara flott. Setja aftur í Júka. Laugi leysir hérna inn úr hægra horninu. Einarlaugi, já, kemur með hann yfir á Ísak og hann sækir breytt. Já, fín vörn hjá framvarunum. Stefán Orri hérna brýtur á Ísak. Sóknin á Káa aðeins farin að hyggsta eftir að skipta vörn framvarunir. Ísak 1-1, klippir Einarlaugin. Klippir Skarpi upp, nei. Já, flott hreyfing en flott vinda. Frábærlega varið hjá Arnór Máni, kominn aftur inn á. Arnór flott snúningsfinta, nær engu kraft í skotið. Skarpi ósáttur með sjálfa sig, það er bara eðlilegt. Þá er leikmaður nr. 4 kominn inn á, Marteinn Sverrir Ingibergarsson. Gaman að sjá hvað hann setur í. Þeir að draga vörnina henni sundur. Klippir Arnór inn, snúningsvindu aftur. Halli hérna, helvíti á. Lendir eftir hann í. Aðeins mikið peysist á hérna. Já, bara láta hann fara hérna. Koma sér aftur í vörnina. Það fyrir Ísak út á og Hilli kemur inn á. Hann er flottur í þristinum, hávaxinn, langar hendur. Þeir setja upp í Íslandi einhvers konar. Já, víti, þetta er vel spilað. Stóð aðeins fyrir hann teginn. Láta boltan ganga, finna lausamanninn. Jói lendir hann aðeins á eftir. Og Kristofur á punktinn. Setur hann yfir hana. Menn er eitthvað vanstillir. Æfingaleikur og á föstudagskvöldi. Sennilega búinn að keyra þennan norður í dag. Aðeins styrir í öxlinni eftir sumarfríð. Já, ætli það ekki. Það var langt sumarfrí. Hann er ósáttur með sjálfa sig. Það setja Káamenn upp í Ísland. Skarpi sækir á. 1, 2, 3. Flott vörn. Finnur ekki lína. Frábær vörn hjá Breka. Setja Júka aftur. Jói kemur, flata vörn. Sækir Skarpa, vel gert. Setur hann yfir. Hörku skot, bara aðeins yfir. Það bara náðum aðeins niðan, þá er þetta heldur flott. Já. Skarpi ánægði með áræðinu í honum. Já, Bruno grípur þetta. Neglir sér fram. Aron sækir boltan upp á hægri í klófið á markmannum. Þetta er flott að sjá. Þetta er einn af helstu styrklingum Bruno. Mjög fljótur með boltan leik. Það er mikilvægt að hornamennin séu vakandi. Keyri hratt upp. Það var þetta bara veisla. Setja framvarnir upp í einhvers konar útgáfa af Ísland. Og hægja framvarnir á þessu. Stilla upp í sókn. Káamenn aftur orðnir 7. Reyna að draga hérna þristan í sundur. Fín hreyfing. Vel gert. Og niður í horn og upp inn. Vill fyrir íkastið, færði það ekki. Káamenn róa leikinn. Flott vörn.
Mjög þéttir og samlega á miðjunum, Kristanir. Já, þetta gott að sjá. Það rótira vel hérna Káa. Allan kominn aftur inn á. Gaman að sjá hann kannski taka yfir þetta fintana sína. Svona einu sinni. Mætaði Skarpa langt út. Þarna! Þetta eitruð finta. Menn hafa lent í þessu. Þetta kemur fyrir þegar Allan nær ferðinni. Mjög góð í einnum beinum. Frábær 1-1. Framar að setja upp í Júka. Frábær hreyfing hana. Það var hann Marteinn Sverrir. Flott hreyfing. Skilur hann eftir hana. Skarpi upp í skeytin. Geggjaður kraftur í Skarpa hana. Framvarnir ósáttir vilja fá hreyfing. Arnór sækir á og þetta er svo vel gert. Þetta er aðeins auðvelt. Frábær skot hjá Marteini. Káa stillir upp. Setja upp í Júka eins og áður. Mætir mjög framlega. Já, Róbert hana pínu. Frábær hreyfing að Skarpa en setja hann í slanna. Og þetta er Kristinn fyrstu fram. Já, frábær vörn hjá Allani. Vel bakkað hana hjá Káamönnum. Kemur Hilli inn í vörnina. Línumennur okkar í þristunum. Já, framvarnir að spila Júka líka. Klippir hann inn hérna. Kannan dæma á Óla blokkringu síns mér. Bruno fljótur með boltan leik. Ok. Já, skipta þeir Skarpi út af og Jói kemur aftur inn. Ísak hvað er að halda áfram að stjórnarsókninni. Setja upp í Júka en einu sinni. Allan. Kemur hann á Jóa, fín hreyfing. Inn á Halla, hann er ekki að grípa hann. Það var ágætis tilraun. Veit að danska finnst það gaman að sjá. Já, alltaf gaman að sjá línusendingar. Hann fær aldrei nóg af línusendingum. Nei, það er aldrei hægt að fá nóg af línusendingum. Bara dæla. Bara dæla um línuna. Já. Gústi hlær bara. Já, þeir setja upp í Júka einu sinni. 1-1. Ná að senda honum hann, búinn að vinna manninn. Hann nær að vinna hann að auka mann en þetta er frábær hjálparvörn hjá Arnóri. Hann nær ekki að losa boltan. Hann leysir Aron. Jói sækir inn að vinna með línni. Ísak, frábær hreyfing. Óheppinn með skoti. Þröngt færi en þetta var vel spilað. Breki keyrir. Arnór. Nei, kannski vil að sjá fram hann að halda smá þrýsting á vörninni. Já, hvað vörnin ekki alveg rétt? Nei, ná ekki alveg að stilla vörnina en þeir róa þetta bara niður og setja upp ykkar á flotta svo. Já. Já, nú það sem að menn eru að gera þarna er að æfa sig, spila sig saman. Það er kannski bara fínt að ná nokkur sóknum. Það spila þeir líka Júka, núna hægra megin. Flott skot þarna í Árnari. Mjög erfitt fyrir markmenn á loka klófinu. Mjög góð starfskjóta. Það Kjartan auðvitað finna línuna. Frábær vörn. Ná að bjarga sér hana. Hallin er ekki að grípa boltan. Þá keyra framarðir, finna hornið. Hann er að tróða sér hana milli 1 og 2. Þetta er vel gert. Jói hefði kannski hægt að bara negla hann.
Hann treður saman á milli og skorar. Það tekur steppi leiklið. Búið að vera fínt fyrir áleikur. Er þetta fyrsta tæmatið? Já. Já. Það er 11-11. 1 mínúta og 40 sekúndar eftir. Steppi skerpa á okkur. Gaman að sjá að Gulli mættur eftir í KA-treyjuna. Núna sem þjálfari. Fyrir okkur sem veit ekki hver þetta er, geturðu Gulli. úrskrifta fyrir mig? Þetta er bara snillingur. Hann var að þjálfa Valsarana og bara kóngurinn. Já, gott er það. Já, var í gúmmisbakk og eitthvað fleira. Gústi skellir. Þetta er ekki gott. Við förum og googlum hana eftir. Það er allavega gott að fá hann í þjálfarateymið. Þá mætir Andri Snær Stefánsson á svæðið. Þetta er magnað. Þá eru þeir feðgar hérna, Stebbi, Gústi og Andri, allir mættir. Mér sýnst að Andri var með hamborgara. En það er hann búinn að leggja skóna á hilluna. Hann má fá sér. Káa setur upp. Það er Júki. Og Logi leysir inn. Ísak sækir á dauðafæri hana. Já, Finnur ég bara Halla. sjá hann skjóta en vel sendi, flott sending. Já, flott sending. Vel gripið, vel snúið. Þarna hefði Ísak alveg getað skotið en Alltaf gaman að sjá menn dæla á línuna. Já, hann er frábær spilari og mjög lunginn að finna línuna. Landsvík vítið. Já. Örugt. Ekkert að flækja þetta. Fyrir áhörður heima þá er Andri að borða ekkert rosalasta hamborgara sem ég séð. Já, hvar fengi hann þennan? Góð spurning. Framæðinni setja upp. Ætli setja ekki aftur í Júka. Já, 30 sekundur eftir þessum hálfleik. Já. Þarna sáum ekki alveg hvað gerist. Já, taka fram að leikli. Það setja upp í lokasók. 24 sekundur eftir. Spennandi að sjá hvað þeir gera. Já, hvort þeir haldi áfram að spila Júka eða setja upp í eitthvað nýtt. Ég held að kemur eitthvað tvist núna. Já, það ekki. Hann er búinn að sækja eitthvað gott kerfi hana frá færum. Þetta eru pottilega spennandi kerfi við höfum aldrei séð áður. Setja í sirkus. Maggi með eitthvað kjaft þarna á ritaraborðinu. Eru ánægðir með útsendingarstjórana og lýsendurna hérna á ritaraborðinu. Og að sjálfsögðu að vera með Andra hérna á kantinum. Sem er búinn að vera að borða í 10 mínútur en hann er varla hálfnaður með hamborgarann. Já, þetta er hérna Jón Sprettur, eða Spretturinn. 2 pepperoni. Já, 2 pepparinn. Já, ég hef aldrei fengið mér burger á Sprettunum, eru þau góðir? Það virðist vera. Mikið bacon, hvort segir hann? Já, við mælum að allir fara á Sprettinn. Nú byrjar þetta spennandi að sjá hvað framhæðin gera. Frí auglýsing. Við elskum það. Já. Framhæðinir láta klukkuna aðeins líða hana. Já, nú verður að fara að gera eitthvað. Já, það er klipping Hanna. Og sirkus. Já, þetta er frábærlega að spila. Káa hefur hérna 3 sekundur, 2, 1, nei. Halli er einn skoti en... Það var mjög tæft. Já, markmann var með þetta. Hann var með þetta alveg. Já, við bara komin hálfleikur. Hann er 8 mínútur. Og við sjáumst bara í seinni hálfleik.
Velkomin aftur í seinni hálfleikinn. Það er 12-12. Allt í járnum. Einar Laug komin aftur inn á, Skarpi komin aftur inn á, Gústi komin aftur inn á í hornið. Eins og þessi efnilegasti trúbadór landsins. K.A. byrjaði sókn. Framarnir Kristóf komin aftur inn á. Það er ekki ólíklegt að Stebbi sé búinn að kokka eitthvað gott upp hérna í hálfleiknum. Róbert stígur langt út í innanloga, skermir hann hérna. Það ætti að sjá miðunni. Já, Skarpi þetta skilur brekka eftir og þetta er svo vel gert. Hann bara strax byrjaður. Já, ánægður með hann. Lýst vel á þetta. Framhændi keira, Breki sækir á, klippir inn Arnór. Sækir aftur á, dauðafæri. Setur hann í slamlaun. K.A. keirir. Mikið tempo í byrjunum, lýst vel á þetta, línusending. Hilli laus á línni. Það var vel varið. Vel varið og framhændi keira aftur. Klikkar eitthvað hans sendinginn, en hann setur hann ofan á hausin á Brúnóinn. Nei, í andlið á hann, hvað? Það fengi hann í augað og inn. Þetta er heldur sérstætt. Hann labba beint inn á klósett. Og inn á kemur Viggi. Það var ekki gott að sjá. Nei, þetta var skemmtilegt slútsand. Já. Ég var hissað að hann fór inn í þessu færi en hann skoraði. Upp á hægri. Já, þetta var mjög áhugavert. Já. En þá fáum við sjá Vigga. Skemmtilegur markmaður, búinn að taka miklum framförum. Ungur efnilegur. Já, Svavar hérna, sem er núna komin í FH, var bara með hann í þjálfun. Já. Fylgdi ekkert með næsta sögu? Nei, Hilli hana laus, nær ekki að grípa hann. Og framhændi keira, Breki og Siggi, Arnór úr skrefinu, setja hann í klofa og Vigga inn. Þetta er vel. Þetta er bara frekar vel gert hjá hann. Vel slúttað. Já. Flott gólskot. Ég veit ekki alveg hvað ég er alltaf að kalla hann Arnór, hann heiti Kjartan. Ég er að afsaka þetta. Já. Allir gerir mistök. Rétt. Gott að vera með svona góðan meðlýsanda. Einar Laug setur hann í stöngina, út í horn á Aron og Aron setur hann listilega yfir markmanninn. Gaman að sjá svona vippur. Já, alltaf gaman að sjá vippur og skrautskot. Breki niður í horn og aftur þröngt færi. Sá ekki alveg hvað gerist þetta. Þetta var ákveðt víti minn vikana. Já, mér fannst þess að Gústi var búinn að taka þessu stöðu en það er bara eins og það er. Hoppaði bara svona á hann, en sækir vítið hana. Hornamenn með ekki neitt vera fyrir í þessa dagana. Nei, þá kemur Reynir inn á til að taka vítið. Sjá hvað hann gerir á móti Vigga. Já, bara leggur hann í hornið, sendir Vigga í vitlaust. Öruggur. Já, þetta er bara þrælflott víti. Bara komin aftur sókn. Jói setur eitthvað skemmtilegt upp. Júka síns mér, mikil barátta á línunni hana. Finnst mér gaman að sjá, alltaf gaman barátta á línunni. Já, Siggi og Breki heldur harðir. Þá stiga þær langt út í þessa 3-3 vörð sína. Skarpi skilur Breka eftir og leggur hann í horni. Breki lendir hann aðeins eftir á. Skemmtileg slútt. Hann er búinn að hörku góður í dag. Skarpi er búinn að vera mjög flottur í dag. Þetta er nákvæmlega það sem hann á að vera að gera. Sækja sér reynslu í U-liðinu. Fekk eitthvað smá í baki hérna sýndist mér. Var eitthvað að halda hana. Létt bakgrinding. Breki sleppið með það. Bara fínt að sjá að menn fá aðeins að spila hérna. Setja þær upp í Ísland. Róbert kemur út á línni. Breki kemur á. Fínast skotan í Reyni. Aðeins óheppinn, stöngin. Setja hann í stöngina. K.A. keirir, Jói kemur á. Miklum krafti. Frábær vörn hana. Ég hefði viljað sjá hann spila boltan lengri. Já. Hefði mátt láta boltan detta kannski í hornið. En það er bara eins og það er. K.A. stillir upp.
Skarpi á miðinni. Nú vil ég bara sjá Einar Loga koma og Á ferðinni. taka yfir þetta fytuna. Ég vil sjá bara hann hoppa og skjóta. Þetta spila mjög ofalega á hann. Já, mæta vel á móti og fín hreyfing, Skarpi, frábær hjálpavörð hana. Já, hann er bara komin upp. Þetta er nákvæmlega það sem að hornamenn hefur verið að gera, sækja auðveld mörkir á hlupum. Mjög flott sending og mjög flott slútt. Já, þetta var bara frábærlega gert á Það honum. er bara allt flott í þessum leik. Ég myndi nú segja það. Skemmtilegu leikur. 15-17. Káa í sókn. Kemur Jói á ferðinni. Úff, skreif litla sem sleppum það. Kemst í gegn, en erfitt færi og hann verður vel í markinu. Hann er búinn að hitta núna. Hann er sjóðandi í markinu. Brekið upp, smá hrinding í loftinu, komast upp með það. Setur hann yfir. Róa Káamenn leikinn. Steppi kemur ykkur skilabónd áleiðis. Þeir spila 5 núna, heyrðis mér. Já, mér sýnst það öllu. Það halda sig við Júkan. Róbert heldur áfram að stíga mjög langt út í Einar Loga. Skarpi, aðja. Einar Logi, reynir að finna línuna þarna, þetta var aldrei séns. Framandi keyra, Róbert lætur hann detta á Kristófer og hans klárar þetta frábær hóttamaður. Og Steppi tekur leik því hann er ósáttur með byrjunina á seinni hálfleiknum. Mjög snemman timeout, 6 mínútur 22 sekúndur búnar. Já, framandi konið 3 miður. Á örskotsstundu. Mikið tempo í þessum leik. Já, framandi aðeins að keyra. Sérstaklega seinna leik. Já, framandi aðeins að keyra upp tempóið. Það er bara flott. Það er það sem við viljum sjá. Hraðan og skemmtilegan handbolta. Steppi og Gulli reyna að skerpa eitthvað aðeins á þessu. Gaman að sjá Valtý að út í horni vera að gera eitthvað markmannsæfingar. Sé að hann hlakka mikið til lokahófsins á morgun. Sé það bara á honum. Höskur lokahóf. Hann veit að Gústi mæti við gítarinn. Elskar þetta sponsinn að Gústi er á hana þér. Já, Gústi okkar allar besti. Ekkert eðlilega myndalegur líka. Hristir hausinn. Hann hefur heyrt í þér. Hann er ekkert eðlilega myndalegur samt. Já. Hann má eiga það. Mjög myndalegur gætna, það er rétt í þér. Verðandi faðir, við óskonum til að hangja með hann. Já. Já, stilla Káamenn upp, sýnist þeir fara aftur í Júkan. Þeir Róbert stígi ekki aftur mjög langt út í Einar Loga. Jú. Klippar hann bara út. Mjög hrifnar sem Júka, síns mér. Já, mér sýnst það öllu. Skarpi, 1-1, flott skotan á skrefinu yfir hausan á Sigga. Það er ekki fyrir hvern sem er að setja hann yfir Sigga. Framandi keyra. Já, núna. Óöfið með sendinguna hana. Drap allt tempó. Stillaði bara upp. Siggi er í varnarskiptingu við hann Reyni sem er að stjórna spilinu hjá förumörunum. Heyri Steppi alltaf skipting kerfi núna. Þetta er búið að vera helviti bröðsuleg. Fer innan úr hægra hóðinu rétt eftir. Setur hann í slanna. Aðeins opinn hana, síns mér. Einar Logi nær frákostinu og Káamenn taka hennars. Hvað að kalla, þriðja bylgu. Jói, skrefar hana. Breki neglunum fram, en hver er fyrstur tilbaka? Engin annan, Einar Logi. Við hlipum tilbaka. Okkar allra elsti leikmaður. Sól Campbell. Snöggur á löpunum.
Það mjög gaman að sjá. Þetta er flott að sjá. Einarlaug náttúrulega spila sóknuna bara á miðjunni, þannig að kannski eðlilegt að hann sé fyrstu tilbaka. Róbert gefur honum engan séns. Já, að taka KM einn. Skarpi og Hilli reyna að vinna þarna saman. Fín staða. Já. Er hann aðeins eftir aftan í honum og KF fríkast. Þeir eru basli með Skarpa. Já. Öflugur leikmaður. Hávaxinn, góður skjóta. Komið með 6 mörk. Allt í öllu. Úff, opnar þarna Aroninn. Vel varið hana. Og þeir keyra og Róbert með boltanum. Og já, hérna kallar hann Siggi á að þeir vera rólegir. Stillu upp. Markið er bara lokað, hann segir bara hér og ekki lengra við boltan. Já, hingað ekki lengra. Ég ætla ekki að fá fleiri mörk á mig, sagði hann í hálfleik. Hvað setja framhæðinir í Ísland? Kemur breki hérna á ferðinni, mikið, setur hann í slána, erfitt að eiga við hann. Líka mjög gaman að sjá, ég sá það ekki, en Bruno er komin aftur í markið. Já, Gústi fær boltan saman, beint á Hillin á línni. Lostaði sendingar sínum manni. Það kemur loksins mark hjá KM-unum. Boltin eitthvað blautur. Kristófur hægir á. Það er að þurrka boltan. Mikilvægt að boltin sé ekki blautur. Það er agalegt ef að boltin er blautur. Við skulum bara hafa það á hreinu. Það er hræðilegt. Það eru sleipur og svona. Og Gústi skellilega bara. Jæja. Það er príma lýsendur hérna. Þá er leikurinn komin aftur í gang. Boltin ekki blautur lengur. Rétt. Búið að þurrka hann, búið að setja klístur. Einarlaug. Er að hefna sína aðeins? Já, hann kemur langt út inn á móti vinstskiptinni. Fín. Úff. Fínt færi. Þannig að ég vilja sjá bara aðeins meiri kraft í skoti. Jói upp. Já. Og Valtý komin í markið. Sjóðandi heitir þetta að vera að gera eitthvað þvílíka markmannsæfingar hérna. Hann sér ekki við þessu. Þá er Jói Sagars mættur upp á salir. Og Rúnar, bróðir Gústa. Þríbur og bróðir Gústa með þess að. Álíka myndalegir. Fín vörn hérna á KM-unum. Já, vel dettir, Einarlaug mjög góður vörn hana. Já, þarna fylgir aðeins eftir en það er fyrirgefið. Sama Rússi segja á bekknum. Það er Ísland og vinna með línu. Reyna að búa til pláss fyrir línumanninn. Breki kemur á. Fín hreyfing hana og milli 1 og 2. Inn í teig segir Jonni. Flott kerfi. Já, frábærlega spilað. Breki náttúrulega er frábær spilari. Þá fer Reynir á punktinn. Bruno sér við honum. Hann verður inn. Það var Káa í sókn, setja hann upp í róleitunum. Ísak kominn aftur inn á. Hvað setur hann í? Hann klippir Jóinn, Skarpi á ferðinni, finnur Halla. Þetta er frábærlega gert hjá Halla. Við sjáum bara að klára þetta. Já. Setur hann stöngina og fer víti. Vantaði bara aðeins hæslumuninn. Það var inni. Það var búið að senda Allan bara inn í klefa. Hann er búinn í dag. Hann að Skarpi fer á línuna. Og Valtýr reynir að verja frá honum hérna. Étur hann. Mætir langt út. Loka markinu. Sér við Skarpa. Ég sýnist að Káa-strákunum þurfa aðeins að fara að æfa vítinn. Já. Káa komið aftur inn í leikinn.
Þetta er 18-19, hörku spennandi. Þetta er svolítið erfið byrjun, HK kom aftur í leikinn. Hvað ætli að setja upp í? Jú, Ísland. Vinnur ekki. Frábærlega gert. Kristófur kemur hana, leysir inn blind. Halli bótt lands að gleyma sér í hotninu. Dauða frýr. Þetta er ekki gaman að sjá. Þetta viljum við eiginlega ekki sjá. Menn sé sofandi í hotninu. En við verðum að fyrirgefa það. Já, bara flott kerfi, bliðlist inn. Já. Frábær reyking hana. Ísak finnur Halla á línni og það eru 2 mínútur að breyka. Teikar hann og það er víti. Já. Bara peysa. Ekki víti. Hann náði ekki alveg að búið að dæma brotið annað að skjóta, svo hann hafði aldrei ekki snúið selmulega við, svo fyrirgefum þetta. Þykjum 2 mínúturnar. Já, það er gaman að sjá hvað það setja upp í. Það er að Skarpi velur. Kristófur les þetta bara frábærlega og keyrir upp. Og setur hann í skeytin. Þetta er óverjandi. Káa spila bara rólega hérna. Það var vel lesið hjá Kristófur. Hjá Kristófuri. Hann kemur hana úr hotninu og stilur boltanum. Skarpi er eiginlega að sjá þetta. Hann fær aðra til raun. Setur hann bara sjálf. Já, skýtur bara í gegnum hendan. Það er svo enn svo skottfastur. Setur hann í gegnum allt í. Mjög ósáttur með sjálfan sig. Það var svo fast. Þetta var fast maður. Sá þetta enginn. Bara eins og Mikkel Hansen. Já, ungur og léttur Mikkel Hansen. Þinn var Gústi bara komin út af. Já, Gústi bara á bekknum. Sett spurningamörki eða. Já, setja framarar upp í. Já, þetta var áhugavert. Róbert hann ákveður að reyna að fara sjálfur. Mér líst vel á hann reynir. Já, hann sækir fríkast að vinna tíma. Erum hann í færri náttúrulega. Ég vil bara sjá skot persónulega. Elskar þeir línum að skjóta. Þeir setja aftur upp í Ísland. Skarpi mætir langt út. Spila hérna yfir. Kristófur. Hörkuvörn, hann kemur skotið. Já. Fínasta skot. Varið. Bruno verður þetta vel. Og ég veit ekki alveg af hverju þeir eru að drífa sig svona. Setja strax upp í kerfi sem kalla Serbía. Finnur Ísak á línni og víti. Þetta er vel spilað. Skarpi finnur hann að Ísak á línni og hver stígur á Einar Logi. Þetta hlýtur. Þetta er spennandi að sjá. Með 45 ára reynslu. Setur hann í fyrsta og Valtýr les þetta. Já, enn og aftur. Þá þurfa Káamenn að fara að æfa sig á punktinum. Já, áhugavert að Skarpi fór ekki aftur á punktinn. Já, hann klikkaði síðast. Já, við viljum bara fá Allan aftur. Við höfum bara. Já. Allan skoraði fyrir áleik. 1 mark úr 4 vítum. 1 mark úr 4 vítum. Þetta er erfitt að horfa upp á þetta. 25% skotnýtingu á vítapunktinum, það er ekki nógu gott. Danski. Einar Birgir Stefánsson, hann er búinn með tölfræðingu í Vafema, sko. Það er nokkuð ljóst. Hann er ekki búinn með mikið í Vafema en tölfræðingin, hann er búinn. Þetta er frábær vörn hjá Káamönnum, eru þéttir, fastir. Og hending komin upp á framhana. Fær í Síudad, klippir inn, aftur og nú kemur skotið vantanlega. Já, frábærlega að spila. Gott skot. Bruno hana. Það farin í hitthotnið. Já. Var á leiðinni. Kannski fullfljótur á stað. En hann fór í sitt hotn. Það var enn eins og þvílík barátta þarna, stöðubarátta á línni, Halli Rikkir. Já, það var ekki horfa þarna, ég vil að sjá eina góða sendingu hana. Dæl á línuna, enn og aftur. Ísak 1-1.
taka hérna, inn á línu, Halli. Já. Þeir ráða ekkert við Halla þarna. Það er næst í stöðu, það var illviðráðlegur, framhandisækja, seinnibilgju. Skreflíkt að þessu, en það er fríkast. Smá brotið á honum hana. Já. Þá kemur Fjarkinn aftur inn á, Martin Sverrir. Stillir upp. Síldir ætla að fara í Júkan. Ciudad. Smá högt á sókninni. Flippir inn. Yfir tvöfalda blokk. Þetta er frábærlega skotið. Þarna er blokkinn að tímasetja sig betur. Bruno farin í sitt þótt, treystir blokkinni. Þá er eftirleikurinn auðvitað. Ég vil bara sjá Tristan að fara að mæta út núna. Já, það er aðeins að snerta þessa stráka. Ekki bara leiða hann og skjóta svona. Skarpi kemur á ferðinni, hörkupláss upp yfir tvöfalda blokk líka. Yfir Sigga. Hann vildi bara segja að hann gæti þetta líka. Já, það er ekki margir sem þóra að fara bara upp á tvöfalda blokk með Sigga hérna í þristinum. Frammaðir frábærlega spilað, svona þriða tempó hálfgert. Kámen fyrir aðeins var að þjætta sig aftur. Já. Svo það, er Bruno með það núna eða er þetta mark? Já. Reynir setur hann bara ískaldur. Já, bara á fyrsta tempó. Bruno einhvern veginn ekki klár. 3 marka munur. 11 mínútur eftir. Ísak setur hérna upp í Júka. Fara reyna að fá Skarpa aftur á ferðinni. Tvistarnir mæta langt út. Siggi stígur hana og étur Skarpa. Reynslan hana. Hann lætur ekki einhvern krakka skjóta tvisvarsinnum yfir sig. Mætir hann út og stoppar þetta strax. Setur aftur Júka, kemur Ísak á miðjuna. Hvað gerir hann? Hann reynir vantilega að finna... Nei, frábær hreyfing. Þetta var mjög fallegt. Þetta er gaman að sjá. Ísak á þetta nú til. Tók vörðinu ómarkmanninn bara. Já, plataði alla á vellinum bara. Framannir, taka hérna þriðja tempó. Já, hangir hérna síðan og skýtur svo í Róbert. Það bara kom inn á 7. skrefið, þess vegna ekki dæmt neitt meira á þetta. Nei, þetta var fínasta vörn. Sjá hérna við hröðumiðinni hjá frömmurunum. Rúnar kallar eftir að Gústi kom aftur inn á. Þrýbjörn og bróður sinn. Mjög líkir. Það er alveg eins, ekkert eðlilega myndalegir. Framannir spila hérna frábær blokk hjá Ísak. Nær boltanum aftur. Þetta er svo fallegt. Þetta var fallegt slútt. Við slúttað. Kristinn Hrannar Elísberg. Frábærlega klárað. Hann er rosalega lunginn. Þetta var fínasta vörn. Þetta var óefni á kámunum. Mjög óefnir að ná hávörðinni og boltinn fjall bara í hendurinn á framvarunum aftur. Og hann kláraði þetta. Mjög snirtilega. Já, það er ekki að spyrja því. Það er 5. Þeir stíga langt út. Pínu skrelíkt að þessu, en hann er bara út á honum hana. Hver hasar. Stöðubart á línni. Þvílíkur bara. Já, Jói klippir Skarpinn. Skarpi yfir á Ísak. Þeir eru byrjað að mæta hans ofalega á Skarpa núna. Já, þeir halda boltanum allan lifandi. Halli Árni Kósdóttir farin í andli. Ísak upp að hægri, reynir fyrir að hausa á allt því sem bara étur. Og hann kemur snöggsendingu upp. Já, hann fristir alla varnarmennina og hann setur hann. Þetta var leiðilegt fyrir Bruno. Laginn. Það er eitthvað Sissi hana, eitthvað að svara fyrir sig. Fram Halli Ósattur, segi ég. Fekk högg í andlitið í baráttunum stöðuna. Þvílík baráttunum línni.
Áftaka Kámen 1. Skarpi og Halli vinna saman hana, frábæla vel gert. Þetta er vídeó 2 á Halli illa sáttur. Þetta er ekkert eðlilega vel gert. Tjekkaði. Þá stígur Ísak. Valtýr étur hann og hann nær frákvörðum sjálfur og skorar. En vítapunktin er lokaður. Já, það er bannað að skora á vítalínu í dag. Það virðist nokkuð en vera svoleiðis. Við erum að kalla Allan aftur inn. Hann er örugglega bara kominn í pottinn. Slaka á fyrir morgundaginn. Það er 2 leikir á köllunum og 2 leikir á konunum á morgun. Það mér skjáttast ekki. Hvað, er ekki 2 leikir sýndir á KTV? Yes. Það er double header. Káa fram klukkan 12 og svo Káa Þór fram klukkan 2. Þetta var fínt spil hana, en Bruno sér við þeim. Halli fyrstur upp, enginn í marki. Já, og ekkert eðlilega sáttur með slúti á sjálfum sér. Skokkar hérna lötur hægt niður í hornið aftur. Gaf hæpaði sig áhörundur. Stúkan trillist. Þá stilla framarnir eftir upp. Sýnist þeir alltaf að fara í Ísland. Róbert kemur út. Ætla hann fari ekki bara sjálfur svonlega. Jú, hann ærir þessu einhvern tímann. Já, ég er full að trúa þessum línumanni. Ég held að hann taki einfalda fylgdu næst. Nei, hann heldur áfram mjög öndfyndir samkvæmt ærinni. Já, Kámin har gert það ágætlega, klippað út hægri skiptuna. Hann að Róbert lendir í pínu vandræðum, en leysir hann ágætlega og reynir að fara bara sjálfur. Það er klipping. Fínt spil, já, Logi er þarna. Einhvern veginn verst fyrir honum þarna. Hann hendi komin upp, framarinn í smá vandræðum. Kristófer Ísak nær að brjóta honum þarna, skotur fram hjá. 4 sendingi eftir sýnist mér. Á það? Já, nei. Annarkvort 4 eða 2. Þeir eru eitthvað ósammála þessu dómararnir. Jónni og Sissi ræða þetta sín á milli á meðan strákarnir þurrka gólfið. Við treystum þeim alveg fyrir þessu. 2 sendingar. Þeir eru sammála, 2 sendingar eftir. Og eitthvað dýrasti mópustrákur landsins mættir inn á. Ætli Káa fá ekki reikning. Nýtir hérna tækifæri til að koma ykkur í skilabóðum áleiðis. Já, flott hreyfing. Þetta var skref. Flott vörn Kámanum. Halli upp á loga en Kristófer sér við honum hana aðeins hærri í loftinu. Vel bakkað. Stebbi brjálaður. Það er svo sem alveg eðlilegt. Hann reynir að trónum aftur um línuna, hernast ekki, fríkast. Framlandi stillu upp. 5 mínútur eftir, 2 marka mínútur. Þetta er hörkuspennandi. Já, ungnalið Káa að gera það vel. Já, þetta er svona bara standa sig nokkuð vel. Stíga aðeins upp inn í lokin. Geta gert þetta ennþá meira spennandi. Einu verði einu, einn sókn einu, þá kemur þetta. Það er rétt inn á Birgir. Þarna. Framandi klikkað hann á, smá miskilningur. Ætlar að klippa hann inn. Og framandi mæta hérna í 31 verð sýnist mér. Þeir eru bara að spila alla 200 vörðinni sem ættir að spila. Já, þeir eru fjölbreyttan varnarleik, það með að hega það. Já, og Ísak sækir á. Finnur Halli á línni. Þetta er vel gert. Þetta er rosalega gaman að sjá. Halli og Ísak tengja alveg fáránlega vel saman. Framandi keira og hörku skot, ennþá betri vörn. Það er komið smá hiti í það, einsmannsmunur. Framarnir að éta hérna klukkuna niður. Stebbi stjórnar þessu af þessu herfóringi. Gulli horfir á.
Framarnir taka sér mjög góðan tíma í þetta. Sigurðar, klipping, klikka hana, Logi nær boltanum. KM keyra hérna þriðja, Ísak. Við erum með það inni. Ísak hægir á leiknum. Stilli upp í ykkur góða sókn, 3 mínútur eftir, þeir eru skynsamir. Ísak sækir á, skrefar mögulega, það er erfitt. Og framandi keyra, hver mættur fyrstu fram? Jú, þetta er rosalegt, Kristinn Hrannar, bara með skrautskot í dag. Það er mjög flott. Það er hvíla á öxlunum, virðist vera. Það er hæg á, reyna að stilla upp, 2,5 mínútur eftir, 2 marka mínútur. Þetta er alltaf séns. Hörkuleikur. Þeir spila einn vinstri, Logi leysir inn, Skarpi og Halli reyna að vinna saman. Erfitt. Háva í stúkunni. Jói sækir á, Róbert hana. Vel gert, Halli frýr. Það er einhvern veginn alltaf svoleiðis að Halli virðist bara vera frýr. Króan sem er mann í bakinu. Mjög vel gert á Halla, hann var ríkala góður dag. Allt í öllu í sókninni. Komið 7 mörk. Það er svoleiðis. Já. Illa sáttur líka. Framharnir algjörlega drepa tempóið hérna. Reyna að spila niður klukkuna. 1 markmínútur, 2 mínútur eftir. Logi hérna hótar. Það er Ísland. Róbert kemur á. Núna vilja Ká að halda á vörðinni og Framar þurfa að skóra til að halda tempóið. Já, framhandi þurfa að eila mark. Frábær hreyfing. Þetta gerir hann svo vel. Létt skotgap. Dýfir sér hann á milli þeirra. Setur hann svo á hausinn á Bruno. Lekurinn yfir Bruno. Það er 75 sekúndur eftir. KM þurfa að vera helviti fljótur að þessu. Skarpi, milli 1 og 2. Það var erfitt. Nú þarf eitthvað að gerast. Mínútu eftir. 2 marka mínútur. Jói sækir hornið, Hilli leysir inn, Ísak feikar. Róbert mætir hann að fá. Róbert. Reyna að fella Halla virðist þeirra. Skarpi kemur á, reyna að finna lína, virkar ekki. Og framandi keyra. Og hann setur hann yfir, þetta er óvanlegt að sjá. KM keyra. Nú þurfa KM að... Þeir þurfa að nýta sér þetta. Framlandi manni fær í vörninni. Skarpi. Fríkast, ok. 30 sekúndur eftir. Hann reynslu hann að læta boltan verið frá aftur markið. KM eitthvað sofandi, gleyma að ná í boltan. Valtýr aldrei að fara að ná í boltan fyrir þá. Skarpi vinnur hann með Halla. Valtýr er bara mættur í horni. Gerir þetta ekkert eðlilega vel. Lætur varnarmenn að heyra það svoleiðis. Þetta er búinn að vera... Þetta er búið. KM að reyna tróðum hann að lína. Skarpi. Þetta er mark. Þetta er mark. Þetta er mark. Mjög flott. Skarpi. Þetta er bara hörkuleikur. Skarpi skorar hann að 7. markið sitt, ef við skjáttast ekki. 7. markið sitt? 9. markið sitt, já. Hvað er maður að gleyma 2 mörkum Skarpa? Hörkuleikur hjá honum. Já. Þetta var hörkuleikur, 1 marks munur. Ungmennilegu Ká getur bara verið mjög... Þeir geta verið sáttir með sína spilamennsku í dag. Framarnir geta sömuleiðis bara verið sáttir. Þeir náðu að spila inn á ungu leikmönnum, fá ágætisreynslu. Og svona, hvað að segja, þeirra lykilmenn. Þeir spilu nú ekki mikið í dag, lítið sem ekkert. Þannig að... Danski ætlar að renna yfir tölfræðina, þetta er tölfræði sérfræðingur. Ég slakur íslensku, þú verður að lesa þetta. Já, þá kíkjum við hans á tölfræðina á Skarpi, 9 mörk úr 17 skotum. Halli Bolli, 7 mörk, 8 skot, frábær leikur í honum, Allan 4-6, Aron Orri 2-3, Ísak Óli 2-4, Hilli 2-3 og Jói 1-3 og Einarlöf 0-3, það er ekki gott að sjá. Vignir varði 1 af 5 skotum og
Bruno var með 8 af 32. Já, 25% markaslag, sjá kannski aðeins meira frá Bruno. Svo það framarnir, það var að Kjartan Júlíusson, hann var atkvæðamestur með 7 mörk, Kristján Hrannar, frábær dag, 6 mörk og 7 skotum, Kristofur Daði einnig mjög flottur, 5-6, Reyni Þór 4-7, Marteinn 2 af 2, það er gaman að sjá, Sigurður Örn 2-3, Kristofur Andri 1-3, Stefán Óri 1-2, Breki Dagsson með 0 mörk, það er óvanlegt. Og 2 skotum. Já. Svo það Valtýr í markinu kom inn á, var frábær 6 varinn skot af 19. 3 af 3 í vítum, algjörlega lokaði hann á káminu á vítapunktunum og svo var Arnar Máni flottur í dag, 9 skot, 9 vörslur úr 23 skotum, 39% markaslag, það er bara flott, hann var stoltur af sjálf sér. Já. Liðasamburður. Já, það var að liðasamburður. Ef við sjáum hérna, skotnýtingin hjá Frömmurunum var töluvert betri og það er sláandi að sjá vítanýtinguna hjá KA, 1 mark úr 5 vítum, það meðan Framarnir voru með 3 mörk úr 4 og bæði lið með 10 tapa bolta og Framarnir hérna með 36% markværslu á móti 24% markværslu KA-manna og 2 brottvísanir á Framarna og 1 brottvísun á KA-menn. Þá sjáum við hérna skotin hjá mönnum, þetta er skemmtilegt. KA 3 mörk, manni fleiri, á móti 0 mörkum frá Framurunum. Skotnýtingin, já, við vorum búin að fara yfir það. Og KA bara 1 hraðaplaup og... Framarði 2, já. Mér sýndist nú Halli var með 2 hraðaplaup. Nei, við setjum nú ekki spurningaverkið tölfræði sérfræðingarna hérna, sko. Ég er bara minn maður Línu maður, svo ég... Það getur alveg. Og gaman að sjá að KA tók 2 leikli á móti 1 leikli Framar. Já, KA skoraði líka 1 aukt mark. Já, skoraði einu sinni í aukt mark, það var Hallibaldi hraðaplaup. Fram var með 0 og svo 1 mark hvort liðið þegar hendi var uppi. Já, já. 0 rauðspjöld. Já, menn fengur bara að spila. Já, nú ætlum við að skoða tímalínuna í seinna leik. Sjáum við svona hvernig leikur þróaðist. Framarnir byrjuði leikinn. Það var tölvöld meiri kraftur í Framurunum. Komum svona aðeins yfir en KA-menn komum tilbaka og eftir það var leikurinn bara frekar jafn. Framarnir leiða leikinn reyndar með 2-3 hérna gegnum allan setni áleikinn og enda svo á 1 marks sigri 27-28 fyrir Fram. Herru, ég þakka bara fyrir mig. Já, Jói, takk fyrir okkur. Já. Takk fyrir samstarfið, Jói. Takk sömuleiðis.